Allir krúur komnir á fóninn, það föstudagurinn, 20. og hvað, 27. 27. Það ekki meira en við minna maður. Þetta svakalegt. Já, og þetta fljótt að líða, eins og við komum inn á áður. Og FM 95 Blöð hefur hafið göngu sína. Auðun Blöndal heiti ég og sitt hér í mínu sæti sem fyrr. Og beint á móti mér sitja tveir kumpánar. Og ég get farið svo langt að kalla á félaga mína, jafnvel vini. Annar heitir Steinþór Hróar Steindórsson, kallaði Steindi Junior, og vill nú meina hans heitasti grínistinn á Íslandi í dag. Vertu velkomin. Já, allavega svona heitasti skeggjaði grínistinn. Já, ok. Er ekki flestir grínistar með skegg samt? Nó, já, er það? Nei, kannski ekki. Nei, ég veit það ekki. Nei, Pétur með skegg, hann mjög góður grínisti. Já, það svona annarkoð með skegg í dag. En eins og ég tekið fram áður, þá þetta eins og ég hef gengið inn í samfélag. Það vel tekið á móti mér hér og þar, menn blikka mig og kinka kolli og þetta svona, mér finnst ég vera partur af einhverju. Þetta í fyrsta sinn sem að þú ert samþyktur? Já, kannski ekki í fyrsta sinn, en það gerist ekki oft, já. Nei, en hvernig ert hans? Ég bara fyllandi góður og fróðandi fít, það þannig, ég funkar eftir veðri. Hoppast, gott að heyra. Við liðin honum sittur annar kumpani, hann heitir Egill Einarsson og kallaðir, hvað ertu kallaðir í dag? Þú ert ekki þykki, ekki störi, ekki gilsinnegar, ertu með eitthvað nýtt eða? Nei, ég ekki með neitt ferskt shit. Hann voru náttúrulega að byrja aldrei neitt að kalla það höfðinginn. Já, reynda það sem kannski að vinslast einhvern veginn í dag. Nei, það náðu bara aldrei inn því miður. Þannig þú ert shitface. Á ég bara að kalla það Egill. Já, þangar til að finna eitthvað betra. Störi var alltaf mjög vinsælt síðan tíma. Já, gríðalega vinsælt. Og þykki. Rosalega var það vinsælt. Mér finnst rosa sérstakt að það sé hægt að velja sér nafn og leiða ég bara að kalla þig það. Já, sko, það er mjög asnælettur að finna nikki á þig sjálfur. Já, þetta er eitthvað sem gerist. Já, það er einhver aðri sem byrja að kalla þetta. Já. Þú átt ekki að segja, herru, jæja, í dag er ég Störi. Sko, ég var með þá reglu, alltaf þegar að Píti er í skiptum nafn, þá skipti ég líka. Það var að gera reglulega. Það er reynda, ég ætla ekki að halda á þessa reglu. Og hann er síðan alltaf með að hætta því. Já, þannig að ég er kannski ekki töff lengur að vera skiptum nafn. Ég er að býta, ef hann skiptum nafn, þá var ég þeim nafn. En hvað er það annars? Fyrir utan kvöldu sem ég gegga með Veisundur er ég aldrei betri. Nákvæmlega þannig. Allar að byrja að taka þetta alltaf fram núna. Já, ég var að, við myndum segja núna ég aldrei betri. Þú veist, það var ekkert langt síðan ég var að gegga með Jónasi. Já, segðu mér eitt, talandi um Jónas vinnin, eða heitir hann ekki Basshunter, eða heitir hann Basshunter? Hann heitir Bass, ok. Það var Jónas. Já, Jónas vinnin, Basshunter. Eru þið ennþá í bandi? Já, ég heyri reglulega Jónas. Hvað ertu með hann á Snapchat eða eitthvað svona? Með hann á WhatsApp. Já, ok. Hvað myndir þú segja? Fáumönnum sem ég þekki svona WhatsApp. Ok, lestu, hvað sendaði síðast? Hvað er síðast? Hann er mikið að senda myndir. Er hann sendaði myndir? Já, svona hvað hann er alltaf bara að ferðast heiminn og já, er hann í því? Og mikið að gigga hér og þar og ég fæ myndir. Láta það vera öfumtjókan. Hvað hann er heitu DJ? Hann gæti verið skotin í þér. Hann er búin að gefa út af það, hann er tvíkinni. Er hann bæjar? Er það? Já, ef einhver veit að þá ert að þú Egill. Já, með minnir hann hefði nú eitthvað verið að bralla það. Hann er svona, hann er brallari. Já, ég er ekki að dæma það. Ég spurði hann ekki út í það, sko. Við erum alls ekki að dæma. En hefur þú heyrt það? Hann er grallari. Kallast það að vera grallar eða þú ert til í bæði kynni? Bara sagði ykkur flippi ennum daginn. Spurði, eru ladyboyir hérna á klakkanum? Var hann að spyrja það því? Ég veit ekki hvort það var að grínast eða ekki, en hvað minnur, sagði það bara, sagði það í flippi? Já, það var einhver ladyboyar kannski að fóra að hlæja hann, ég veit sem að það er gott comedy. Mikið að pæliði meira, sko. Ok, nú, þið þekkist, þetta er svolítið, mér langar svolítið að vita, segjum að vera með vinalista, 1 upp í 15 eða eitthvað. Kemst hann inn á hann? Kemst hann á top 15? Kemst hann inn á hann og hvar er hann? Þú veist, er hann nummer 7 á vinalista? Ég ætla að segja, það er enginn sem er með fleiri skilabóða en Jónas. Ok, hann er kannski top 5 þá, þið eruð í bandu. Bara þegar hann fæst sér kannski að borða það, eins og hann setur bara... Er hann að setja matamyndir? Svona fútbólmyndir? Nei, herðu, 4 myndir í einu? 4 saman. Hann er að setja 4 myndir af sér að borða pulsu. Þetta er skrítið. Ég er að skoða myndirnar hérna, maður sjá það. Ég er ekki eins og að senda ykkur myndir af mér að vera að fá mér eina hérna við öllu og bæja. Nei, og af hverju ættur að vera því? Já, þetta er ákveðs myndir af hann svo sem. Já, og síðan er hann er að kikka hér og þar og fæ ég, bara, hann er in touch. Hann er in touch. Það er líka þægilegt og því að næst ég ætla bókan og það er ekki að tala við okkur manager og okkur vesen. Já, bara beint í kallinn. Beint bara
bara skilja enga. En segðu mér þú verður að fara að halda fertugsammælið og bara annarkvort Steindi eða Beisendur kæmist, hvort myndur þú vilja fá? Þið miður Jónas. Það bara út af því að ég farin að keppa við Jónas til að komast í ammælið. Beisendur betri vinur Ægils heldur en þú Steindi. En vonandi komaði báðir. Já, það verður gaman. 2 frábæri tónlistamenn. Ég ætla bara að plana fertugsammælið, það er bara 3 ár í það. Já, ég er löngu búin að plana mitt, það er á miðvikudegi og það verður veisla. Erlendis eða? Ekki láta það koma á orð. Það er hins vegar nóg að vera hjá okkur í dag, kæru hlustendur. Við erum með kortmyndur frekar, Starbucks, Stóni, Sturlu staðurindi eða Hrossaskítur, föstudagslægi frá Svessa, spurningakeppni. Gilsarans, hvað er king of í dag? Ég held að það sé kannski sniðugt ef ég kannski segja það bara ekki og komum bara mönnum á óvart. Nei, það er ekkert sniðugt við það. Hvað er þetta okkur viðbjóður? Já, segðu okkur hvað þetta er. Já, ekki vera að koma okkur á óvart með þetta. Ég segi bíðum aðeins með. Ok, þetta er bara eitthvað viðbjóður. Það getur ekki svo sagt hvað þetta heitir. Við getum þetta sleppa spurningu, getur Gilsar fyrir í dag. Það er bara, hingrum aðeins með það. Herru, ég mér langar að hendi engamálin. Já, engamálin líka. Hugsi hendi engamálin. Gifta svo að drepa kemur eftir góða pásu. Það er vel þéttur þáttur okkur það. Ég kvíði fyrir 2 hlutum í dag. Það er þessi helvíti spurningkeppni og svo Starbucks Stóni sem ég ætla að henda mér í. Við erum í stuði, kæru hlustendur, verið með okkur til 6 í dag. Elsku vinir, þeirra hlusta á FM 95 blöð hér á FM 957. Það er Steindi Jón, Egill Gils og Auðun Blöndal með ykkur á þessum glæsilega föstudegi. Það er komið að slúðri og það er erlend. Það er hárrétt hér. Er Íslands slúður í dag? Nei, því miður, það er á ís. En ég er samt byrjar að fá sent slúður. Okay. Ég gæti þurft að vera með það í næstu viku. Það er vesen í kringum þetta Costco og það eru menn að flassa þessum skírtinu sínum og ánægðar að koma með þau og það er allir einhvern veginn í tómu rugli með þetta. Ég skil, það er gott að heyra. Ég er með erlendslúður handa ykkur, kæru hlustendur. Ég ætla að byrja á Katy Perry. En hún var að skrifa undir stærsta sjónvarpssamning sem að hefur verið gerður, held ég, alveg öruglega allavega í American Idol, því að hún fær $25 milljónir fyrir að setjast í sætið, hvorki meira en ég minna. $25, býtu hvað er aftur? $25 milljón. Já, hvað er það aftur? Er það eingreiðsla bara fyrir alla seríuna þá? Það senum 130. En nei, reyndar var Simon Cowell með $45 milljónir ári. Ok. Já, það er nú enginn að fara að stinga hann af vísu. Nei, en hún segir samt sko að hún er mjög ánægð og þetta sé gert fyrir konur allan heim sem eru loksins byrjar að fá jafn mikið borgað og kallmenn í þessum stól, þannig að hún er að fá í rauninni sama og Steven Tyler og fleiri voru að fá. En það er reyndar ekki komnin enni fleiri í dómnefndina því að það er allir búin að neita. Hverju er þarna núna sér? Bara Katy Perry komin, sko. Ryan Seacrest er ekki komin borð. Simon er ekki þarna. Simon neitaði. Og Randy Jackson, ég veit ekki hvort hún var búin. Hann aftur, sko. Þetta er nefnilega rosalega skrítið, sko. Þetta var alltaf á Fox, þessi þættir, American Idol. Og ég sem mikill Idol nörd horfði á alla seríurnar og hafði gaman að. Svo var einhver svaðalegu loka þáttur, allir keppendurnir komu og gamla dómnefndin og allir að gráta og eitthvað svona. Bara Rúben mætti, stöðarðinn. Tím Rúben. Nema að því að þáttu að vera að loka þátturinn af þessu. Nema svo bara kaupir ABC formandi og ætlar að byrja með nýtt Idol. Þetta er svo astnalegt. Það eru 2 ár síðan að bara loka þáttunum var. Það er að byrja aftur. Já, þannig að það verður að fagna því núna að konur fá jafn mikið borgað og þú veist, mér finnst stundum eins og maður hafi farið í einhverja tíma og eftir tíman. Er fyrst núna að það sé einhver peningajafnrétti í American Idol? Ég held sko að þetta sé pínu líka bara eftir hversu mikil stjarn og hversu mikið fær borgað. Ég veit til dæmis að Britney Spears fekk rosalega upphæðir í X-Factor. Þannig að ég held að þetta sé nú ekki alveg rétt hjá Katy Perry að ég held hún sé bara að reyna að réttlæta það hún að tekið þetta sér því að það er allir að neita þessu sko. Ég veit að Britney Spears var á... Þetta með floppa, þetta sé sería. Já, sko floppa, síðustu seríunar af Idol voru byrjar að fá svo lítið ár, þess vegna var haldinn loka þáttur sko. En sæðilega þurrka tárin. Já, þetta var, veist, The Voice er alveg fínt og mér finnst X-Factor í Breitlandi mjög skemmtilegt, en ég held að bara American Idol sé að bara það hefur runnið sitt skeið sko. Er þetta ekki, mér finnst þetta allt vera svo mikið drast sko. En akkur ekki að fá Macaulay Culkin hatt inn og fá einhverja gamla refi sem getur refið þetta upp. Þetta getur endað þannig ef allir halda áfram að segja nei. Macaulay Culkin getur verið dómara. Já, hann getur verið þetta. Steven Seagal getur verið þetta. Það er náttúrulega að vera einhverju söngvarar þegar ekki. En ég nenni ekki að horfa á þetta ef Simon er ekki dómnend. Nei, hann verður að vera. Reyndar ef að Steven Tyler væri, hann var geggjaður. Hann var hrikalega fyndinn, hann var bara í 2 seríur. Simon að leika svona bad cop, þetta var rosa þreytt. Ég er ekki að það koma leið á Simon. Nei, ekki heldur. Toppmaður og reyndar er Katy Perry. I'm a fan sko, þannig að ég vona það besta fyrir hana.
Svo það Kourtney Kardashian, hún nú ekki mikla áhyggjur af því að Scott Disick fyrrum eiginmaður hennar sé byrjar að hitta Bella Thorne því að hún sjálf komið með eins og stendur hérna her Playboy, hún búin að ná sér í yngri mann og hann heitir Younes Benjima. Kallar hún hann My Playboy? Nei, þetta svona í greininni sem ég að lesa. Scott þarna, var það ekki gæðin sem fekk gáttaflugt á Wendy's-húsinu? Nei, það var Lamar Odom hérna fyrir körfuboltamaður, þú veist í tómuruglinu. Þetta Scott Disick, hann komið nýja og með Bella Thorne. Bella Thorne sem lék með Patrick Schwarzenegger í Midnight Sun. Sú Bella Thorne. Það kemur ekki fram í. Þetta var Patrick, var hann að leika í nýrri mynd? Hvað tvö efstu nöfnin hann? Þetta hrikalasta cover. Ég hef ekki séð svona lélegt cover. Vá, hvað þetta hallæðislegt. Bella Thorne og Patrick Schwarzenegger. Í myndinni Midnight Sun. Þið getur googlað þetta, kæru hlustendur. Þá sjáu þið hvern Bella Thorne Love will light the way. Hvernig kemur þessi veistla í bíó? Hún kemur aldrei í bíó. Þetta beint á Netflix. Alls ekki. Já, allavega, þá Scott Disick, hann byrjað með Bella Thorne og Kourtney Kardashian byrjuð með Younes Benjima og hún búin að yngja vel upp og þau eru í kannuna og bara gætu ekki verið annari. Reyndar myndirna svolítið uppstiltar en svona þetta bara, uppstiltar, þetta bara fólk í fríi svo sem. Hvað veit ég? Svo það ekki allt í lagi? Vil ég eitthvað ræða þetta? Ekki bara fínt að þau séu bæða hann ekki söm? Mér finnst bara mjög skrítið að við séum að ræða þetta bara yfir höfuð. Mér finnst bara skrítið að hverju Midnight Sun ekki með neina engun á IMDb. Finnst það skrítið? Af því að fólk þarf að fara á hana til að gefa henn engun. Það er enginn búin að sjá þessa mynd og það er enginn farað inn og nefnt að gefa henn engun. Og það er enginn að fara á þetta heldur. Nei, hún fer ekki eins og inn á Netflix. Ég er svo geggjað. Nei, ég skal lofa þér, hún það ekki. Svo það loka slúðrið hjá mér í dag. Þetta samt svo lélegt. Þú ert ekki með gamla ref, heyri ég. Nei, þetta er bara Hvort rassuleikur öglega? Slúður sem ekki verið að segja frá einu sinni, sko. Þetta er eitthvað slúður. Já, þetta er lélegt slúður, basically. Þetta er kirkja höfrung fyrir eitt gott Nicolas Cage slúður. Já, það reyndar það í slúðri hérna Kanye West, hann skjálbrósandi í rússíbana og þetta er fyrsta sinn sem hann nást 3 myndir í röð af Kanye hlæjandi, hann hefur gaman að fyrir rússíbanastrákun. Þetta slúðrið? Og skumum til landing. Nei, þetta síðastu mánuðin. Já, það var lélegt þetta. En þetta er samt, ég held ég aldrei séð hann brosa, sko. Ég var gaman að sjá hann brosa. Hann nást 3 myndir í röð á hann. Brosandi. Hann hreskallinn að það. En svo ég með smá slúðu, það loka þáttun af Vasíska draumnum í kvöld klukkan 7:45, ekki missa honum. Þannig við endum þetta á góðu slúðri. Það kemur náttúrulega það kemur í ljós í kvöld hvort liðið vinnur. Það er hárrétt, við ætlum að fá hér auglýsingar og svo það, skal ég ykkur segja, hvort myndur frekar. Viltu eiga möguleika á því að eignast frían dróna í sumar? Veslaðu dróna hjá dronefly.is í sumar og eigðu möguleika á því að fá hann endurgreiddan. Sigurvegarinn verður dreginn út í beinni 16. júní á FM 957. Ég er hér til að segja þér hvað þú getur gert. Þetta er þitt líf, ekki satt? Af hverju að eldast og hugsa tilbaka alla hlutina sem þú hefði geta gert? Svo mikið að sjá, að finna. Ok, gerum samning. Til að spara tíma fyrir mig og þig, látum þá eins og ég sé að segja eitthvað núna sem að sannfærir þig það, kæri hlustandi, að iPhone sé langbesti síminn og þú bara verðir að fara, hlaupa niður í Makland núna og fá þér 1 stykki slíkan. Hlauptu bara núna? Makland, besta land í heimi. Frábær og örugg húsfélagaþjónusta, snögg að bregðast við og bara gengi beint í málin og þau kláruð. Ég mæli hiklaust með eignarekstur.is fyrir öll húsfélög. Exi 977 og Bóli kynna Jónas Sig og ritvélar framtíðarinnar á Eistnaflugi 2017 5. til 8. júlí í Neskaupstað. Miðasala er á tix.is. Fallegur, frumlegur og ferskur matur með áhrifum frá Austur-Asíu. Nam, bjóddu bragðlaukunum í ferðalag. Það er opið fyrir umsóknir í grunnnám við Háskólann í Reykjavík til 5. júní. Velkomin í HR. FM 95 Blö og Keiluhöllin Egilshöll. Þar sem drykkjufélagarnir eiga við keilu vandamál að stríða. This is how we do it down in Puerto Rico. I just wanna hear you screaming, ay bendito. I can go forever cuando esté contigo. Pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Que enseñes a mi boca tus lugares favoritos. Pasito a pasito, suave suavecito.
despacito, nos vamos pegando poquito a poquito. Hasta provocar tus gritos y que olvides tu apellido. Despacito. Það er kæru hlustendur, þið að hlusta á FM 95 blöð hér á FM 957 og við drengirni þakkum ykkur kærlega fyrir það. Við ætlum að reyna að vera í stuði fyrir ykkur til 6, ekki bara fyrir ykkur, fyrir okkur líka. Og það er nóg framöndan, engamálið hér rétt handa við hotni spurningakeppni Gilsarans sem að hræði mig að því að Egill vill ekki segja okkur hvað er þemað í dag. Það er mjög Ég vil alveg segja ykkur það, bara með Ok, hendi það. Mér finnst bara sniðið að bíða með það. Já, það var rosalega sniðugt. Já, veistu það, ég er ekki til í þetta rugl. Förum bara, ég skal segja það nædrýgur. Er þetta eitthvað gróft eða? Nei. Það er bannað. Er það keppni sem að vill vinna, getur þú sagt okkur það? Ég myndi að segja að það væri, já. Ég sé Akkur horfður á mig. Þetta er pottitt eitthvað sem að vill ekki vinna. Nei. Það er sko, Egill er ekki það lélugur í pókeri hérna, það sást bara strax og kannski eins og settur pókersinn. En það er komið að dagskrárliðið sem heitir Hvort myndirðu frekar, hvernig líst ykkur það? Mjög vel. Þetta er eins og alltaf 3 spurningar og strákundur að segja mig hvort þið myndir frekar gera þetta eða hitt og sveimi þá, ég held að þetta sé bara nokkuð þétt hjá mér í dag. Fyrsta spurning, hvort myndið frekar vilja lenda í árás, ég er ekki að segja að þið myndu deyja, en bara þið þurfa að velja hvort þið lendi í, hvort myndið frekar vilja lenda í hákalli eða krókudíl, lendi í árás. Þeir eru stattir í fríi í Ástralíu, eru að synda, eru þannig eitthvað gannikur, hvort myndið velja? Ég skárra að fá hákall. Er það máli? Það er bara. Er það alveg viss um það? Já, þú veist, nema allar að fá okkur svona pínlítin aumingi á krókudíl, eins og svona Flórida krókudíl, sko. Sem er að chillandi bara á gólvelli, það er ekkert veist, sem ekki lamið hann alveg í drasl, sko. En þú allar að fá saltfats krókudíl úr Ástralíu á þau, sko. Það er svolítið, þú ert ekki að fara í það, sko. Ok, er maður farið þá? En það hákalli getur bara svona biti í þig, séðu það, og getur ekki selur og skottat í burtu. Krókudílinn er ekki að fara í það. En þá lendir í The Great White. Ég er að tala um Great White. Það getur alveg bitið og farið. Já, er það? Það vandamáli er að hann býtur einu sinni og klippir því í tvent, þú veist. En hann fattar, þetta er ekki selur. Þetta er bara steinþór. En býti, ok, hann er ekkert að ráðast krókudíllinn er bara svona, hann bara getur þig, skýtsama. Ég meina, en er ekki Great White að geta fólk? Þeir eru bara, þeir rugglast á fólki og selum. Já, ok, herra, það er gott að vera með svona mikinn, já. Ég er bara búin að kynna mér það. Liggi við Animal Planetið áður og mættir. Ég er bara búin að kynna mér það. Þannig að þú myndir velja frekar miklu verra á krókudíl, sko. Ég held að reynda líka, því að hann er að krókudíllinn, hann sleppir ekki, hann læsir kjálkarum, dreguðin, ég held að drekki. Ef þið lendir í krókudíl þá er reyna að putja augun á hann, þið veit það. Ég held að ég bara gera það við allt sem hann lendir í, hvort sem mannfólk eða dýr. Ég er sammálagli, ég ætla að segja, krókudíllinn er verið, ég myndi segja hákall frekar. Já, þið viljið frekar lendi í hákallinum. Já, sem er næsta. Ekki oft sem þeir eru sammála í þessu. Þá er það næsta. Hvort myndi frekar vilja að myndi nektarmynd af ykkur leka á netið eða stunurnar úr ykkur í miðjum klíðum sem að hefði nást á diktafón eða síma. Ekkert myndband, bara stunurnar og líka þá hefur að tala eitthvað dirty, þá er það með. Ég veit ekki hvort ég sé, eru þið því? Og er mómentið þegar steinþórnar hámarki inn á Hvað verður, akkur ég? Erum við ekki að tala um hérna fyrir okkur báða? Það spyrir ekki bara fyrir sjálfa. Það er alltaf það. Það er rosalega vond. Hvað heldur ég sé bara? Heldur ég sé með einhver, hvað vesen? Nei, þetta væri bara svona í miðjum klíðum en ekki endirinn, sko. Það væri skárra eitthvað, sko. En þetta er endirinn. Koma mikið hljóð frá okkur. Vistu hverju þú ert að spyrja? Nei, ég er að spá í hvort er verra fyrir ykkur að leggja nektarmynd eða stunurnar úr Við getum alltaf orðað þannig að maður er ekki vélmenni. Það heyrist alveg í manni. Ok, er þetta eitthvað rosalega feimnisspurning að spyrja hvort þú stinnir? Er þetta eitthvað óviðandi? Já, ég myndi segja að þetta væri mjög óviðandi, já. En það var ekki meint þannig. Þú getur spurt okkur, ekki spurning. En er þetta svona kóreógrafið nektarmynd tekin að kannski góðan ljósmyndar á? Já, ég meina, hvers konar ljósmyndar? Nei, þetta er eitthvað sem læst úr símanu. Ertu að taka rockara piss bara bak við höllabát eitthvað? Nei, þú ert bara nakinn inn á hótelherbyggi. Eitthvað sem þú tekur sjálfur og eða einhver náðað eða eitthvað. Þetta er ekki, þú kemur ekki vel út úr það. Þú er ekki að velja hvað stellingu ert og það er ekki rétt að byrta hana. Er ekki stunurnar skárri? Er það? Ég var að hugsa þetta á hann. Fyrst sem ég ætla að taka þátt þetta með ykkur, ég er bara ekki viss. En ég meina, sko, ef allir viti þetta er þú og rosalega þarf náttúrulega ekki að bíða rosalega lengi til að heyra stunurnar af mér. Ég er nú að stinja í kvikmynd sem ég var að leiki. Já, ok, þá ert að leika samt. Já, en ég meina Geðu okkur smá preview. Erum við með það hljóta henni? Nei, við erum ekki með það. En já, þetta er ég að leika það, en ég þarf einhvers þar að sækja það. Það væri gaman að myndu kannski spila það næsta þetta. Nei, það er bara ágætt að myndu sleppa því.
En myndi fylgja með eitthvað svona eitthvað spjall hjá ykkur, þið því? Eitthvað spjall, hvað áttu við? Hvað er spjall? Bara það er dónaspjall. Já, þetta segja eitthvað svona. Hvað kallaði mig Demetarian eða eitthvað? Krækt á baki að maður að kallaði mig Kristínu. Já, er ég eitthvað svoleiðis sem maður myndi fylgja það? Nei, maður er ekkert í því sko. Er þetta búið einfalt hjá þér, Steindi? Einfalt, ég bara, þetta er að því ég er ekki, að öskra ykkur ógíslu orðu. Ég veit ekki, hvað viltu fá frá mig? Ríkala óþægileg nervið í gangi. Þetta er mjög óþægileg spurning. Þetta er mjög óþægilegt. Hvað viltu fá frá mér? Ég vil bara fá sannleikan. Já, ég er fyrir hlustendur að reyna að ná sannleikanum úr ykkur. Sannleikurinn er sá. Ég hugsa að ég myndi velja. Það fer náttúrulega rosalega eftir í hvernig þessi mynd er. Já, úr nakin, alveg nakin. Ég veit það, en hvort þetta sé eitthvað svona friendly mynd þar sem við erum eitthvað aðeins að flippa og þetta var bara eitthvað. Nei, þú ert alltaf, já. En ef þetta eru eðlilegar ástarðstöðnur, eðlilega bara sem venjandi fólk er, þá er þetta ekkert sem þetta eitthvað skammast í mikið fyrir. En ef þetta til dæmis og ég átti nágrannar sem bjóð fyrir neðan mig í Bögakóri þetta heima þar einsinni, þegar hann náði hámarki, ég held ekkert að íkja það bergmálaði allt hverfið. Og það bergmálaði Bögakóri, ég held að það náði upp í Ásakór, þegar hann náði hámarki, það hef ég aldrei heyrt að hann háa það. Þannig að það má, þú vildur ekki vilja það, þú veist. Þannig að þið veljið hvað? Ég ætla að velja stöðunar. Egil? Þetta er ekki kóreografi Aramag ljósmyndið það nokkuð? Nei, þú ert bara Stöðnur frá báðum. Þá er það síðasta, aldrei þurfa að fara á klósettið aftur eða aldrei þurfa að sofa aftur. Þannig að þið eru bara alltaf feski en þið getið sofið. Fattur þú, segjum að fara einnig og öldu og hefur ekkert að gera, það máttu leggja en þú vaknar alltaf fesk. Þetta er mjög auðveld spurning fyrir mig. Já, mér finnst að leiðilegast sem ég gera að fara að sofa. Það er leiðilegast að ég reyni að tefja það eins og ég get á hverju einasta kvöldi því að mér dreymir ekki neitt, ég er með kæfisvefn, ég frýt, ég vakna ekki útkvildur, í daglega lífi er ég keiri á svona 60% orku. Ef ég væri ekki með kæfisvefn, þá væri ég 40% orku meiri en ég er í dag. Þú lætur ekki laga það? Ég er þið örgulega svo. Svo sé líka þetta bara að sofa í hótelefni. Ég er þið svona einhver næsti bæri við Superman held ég. Já, einmitt. En þú sefur ekki, ertu samt alveg orkumikill og... Já, og bara þarft ekki svefn. Svefn er leiðilegast sem ég geri. Það er bara eitthvað svona frændi dauðan sem svo nas orðaði þetta einhvern tímann í lagi. Þannig að þú ætlar aldrei að sofa aftur. Ég myndi aldrei þurfa að sofa aftur. Og það er hundleiðilegt að fara leiðilegast sem ég gera að fara á klósetti líka. Það er ógeðslega leiðilegt. Að fara á klósetti. Já, þetta er kósi að tilla þessum að hæja þér rúlihittanum og... Já, maður fær svona 5 minúta breyk frá lífinu kannski, en jú, það er satt leiðilegt. Ég myndi alltaf... Já, líka ömurlegt að þetta misti rútu eitthvað þurfa að fara á klósetti. Ég myndi alltaf vilja nýta tíma betur og sleppa því að sofa og... Hvernig var þetta? Var þetta ekki sleppa því að sofa eða... Sleppa frá klósetti. Já, ég myndi, þú veist, þetta er win-win fyrir mig, sleppa því að sofa. Sleppa að sofa, hvað segir þú, Egill? Ég ætla að halda svefninu minni hana. Já, ég líka. Ég myndi aldrei að fara á klósetti aftur. Slökk aðeins á sér. En þú myndir alltaf vera endurnærður. Já, ég veit það, en bara þú veist að geta slökkt á heilanum í smástund. Já, en þú mátt fara svo, sko, þú veist það. Bara þarft þess ekki. Það er góða punktur. En já, þetta var kortmyndur frekar, kæru hlustendur, hér, já, rétt handa vodnið ekki Starbucks Stoney, heldur engamál. Þið eru að hlusta hér á FM 95 blöð á FM 957 og já, það er komið að dagskrárlið sem er búin að vera í smá pásu, Steindi. Þetta er einn af mínum uppáhalds dagskrárliðum og... Þú ert búin að taka hann svolítið yfir, ég var með þér tímabili en þetta er eða svolítið þinn lið. Já, þetta er bara engamálið og þú veist hvað ég hef gaman að þessu líka. Já. Og já, reglurnar eru mjög einfaldar í þessu fyrir þá sem hafa aldrei kannski heyrt engamálin áður. Þá er þetta þannig að ég ringi bara í einhverju komandi bæ. Já, velur nafn. Já, þú velur nafn. Þú mátt bara, ég er búin að skrifa niður nöfn hérna í tölvuna mína. Ok. Og þetta snýst svolítið að ég ætla að dæla út nöfnum. Já. Og ég var bara að tala við komandi gæra á engamál.is og þetta sem mann skekkt eftir að kannast við það. Og ég ætla að þú fær þann heiður, Auðun Blöndal, að velja nafn og sláði inn í já.is núna og velja einhverja konu sem heitir það og ringja. Ég ætla að velja hið fallega nafn Svafa. Svafa? Þá skrifar þið bara Svafa. Ég komur þetta inn. Já, og það skiptir einhver skrolla bara nýri í 13 eða? Fyrst bara, nei, bara hérna. Já, þriðan sem ég sé, ertu ready? Ég er klár. Þá fyrir við þetta. Tökum engamál. Halló. Já, góðan daginn. Góðan daginn. Herðu, ég afsaki hvað ég er að ringja seint. Býttu þið seint? Já, ég ætlaði nú að vera búin að ringja í hádeginu eins og ég var búin að tala um en það er svona, það er alltaf svolítið stress sem fylgir svona, ég er nú aldrei látið verða því að ringja. Býttu nú við? Já, næstu ekki bara hress? Ég er bara hress, jú. Já.
Ég hér út í kartöflugarði og við bæði að setja niður kartöflur. Já, ég var einmitt sjálfur að setja nokkra niður. Já. Það helviti gaman að þessum kartöflum. Já, það gaman að þegar við tökum upp. Já, það er gaman að því. Já. Sammála. Já. Heyrðu, ég ekki farin að þekkja þig ennþá. Nei, þetta er Hottentotti 26 ára. Hottentotti 26 ára. Já, þetta ekki hóstasaft 84? Ég veit ekki hvað þú ert að tala einsinn. Nó, veitu, Já. Vorum við ekki að spjalla saman í gær hérna á internetinu? Nei. Nú. Ég set ekkert á internetið. Nú, byrju, var ég ekki að tala við þig undir, ég er með nokkra prófæla að inn á, einu eða nautið, og geti það verið ég, eða? Nei. Það tökki gillina 33 ára, eða fórðasíkin KK? Nei. Ég kannast ekki við neitt af þessu. Ert þú, Sko, við hverju ætlaði að tala? Hanna Söfu? Já, þetta hún. Já, ert þú ekki sprungið frunsa 34 ára, það inn á? Nei. En... Þetta ákveðs, en Pizzaface 56 ára, geti það verið þú? Nei. En Ababit, KFK? Nei. En Frussu Ræpu Drulla 29 ára, er það þú? Nei. Þetta ákveðin skellur, veistu það að ég bara orðin hundgömmul kona 83 ára. Nú? Og þú örugglega ekki ætlað að tala við hana. Vítu, ertu ekki kartöflur raskat 83 ára hann inná? Já, nei. Ég kalla mig stundum teknotæfuna 46 ára, ég geti... Já. Nei, veistu það, ég örugglega ekkert inn á internetinu eða hvað þetta nú. En þekkir eitthvað til þarna? Þekkir blöytapissulik 37 ára eða gáttaflögt 86 ára? Þekki ekkert af þessu, sko. Langt frá því. Þetta ákveðið sjokk. Já, þetta ákveðið sjokk. Herðu. Já, þú heldur bara áfram að leita réttri mannesku, það ekkert annað. Ég geri það. Já. Ég ætla að reyna að heyra í leðurblökkustampínu 54 ára, aðtúak. Já. Hún helming yngra en ég, sko. Nú, já. Herðu. Já. Segjum það í bili. Segjum það. Já, bless. Já, bless. Ég trú ekki sem var að hrekja þetta gamlar konur herðu, ég bara beðist innilega afsökunum þetta. Nei, höldum að fara með þetta. Aðalbúnaður í sumar. Stuttbuxur, sólglerugu og N1-kortið. 15 krónu afsláttur af lítránum með N1-kortinu í 10. hvert skipti sem þú dælir. Og að sjálfsögðu sjálfkrafa 2 punktar að auki. N1, alltaf til staðar. Some fishy shit is happening on our beach, and my balls say we need to go over there and check it out. Dwayne Johnson góðsögnin. Is it bad idea, Mitch? We're lifeguards. Zac Efron nýliði. Watch. You turned the canals into the X Games. Yeah, that's because we were in lifeguard pursuit. Police do pursuits. When you do it, it's just some guys chasing some other guys. Baywatch, sumarsmellurinn í ár, frumsýnd 1. júní. Þú færð fæðubótavörur frá Optimum Nutrition hjá okkur. Perform.is, Holtasmára 1 og frí heimsending á öllum vörum. Perform.is, verslun með hágæða fæðubótavörur. Átt þú rétt á slysabótum, en kemur þínum málum ekki áfram? Við hjálpum þér að sækja réttin. Fulltingi, þinn réttur til bóta. Afmæli framundan? Pítsur og Pepsi og afmælisbarnið fær gjöf í Tivoli. Smárativoli.is, skemmtun fyrir alla fjölskylduna. Frá afskekktustu sveitum Evrópu til fjölmennustu borga þá ekki talað annað en Evrópukeppnina. Potturinn stefnir í 5,6 milljarða. Eurojackpot, Evrópukeppnin í heppni, alla föstudaga. Fataskápurinn fullur? Nýttu fötin til hjálparstarfs. Fatasöfnun helgina. Rauði krossin og Eimskip. Miklu meira en bara parkett. Parkett og golf. Ármúla 32. Ljúffengur matur sem fær bragðlaukana til að dansa salsa. Serrano. Fresh. Happy. Max. Ekki flækja málin. Við sækjum bæturnar. Slysabætur.is. Happy hour milli klukkan 3 og 8 alla daga. 14 tegundir á krana. Hverfisbarinn, Hverfisgötu 20. Fjölskyldutilboð,
4 ostborgarar, franskar og 2 lítrar kók. Aktu taktu. Náðu lengra með TomTom GPS snjallúrum. Innbyggður púlsmælir, tónlistarspilari og tenging við Bluetooth heyrnatól. Eirberg Stórhöfða, Eirberg Kringlunni. Gagnrýnendur á einu máli. Megavikan stórkostleg og fær fullt hús stiga. 1 vika, 1 verð og allar matseðilspitsur á 1490 ef þú sækir Dominos. Queen Fit, fyrir drottningar eins og þig. Vaxtarvörur.is. Við höfðum til þín. Höfðabílar. Opið allan sólarhringinn í Skeifunni, Garðabæ, Eiðistorgi og Spönginni. Hagkaup. Viðar, ég verð að segja þér, hann bara ótrúlegur. Búinn að vera út á palli í allt sumar og það sést ekki á hann. Svo einstaklega auðvelt að nota hann. Bara bera hann á. Fékk hann auðvitað í Slippfélaginu, enda viðavörni þeirra. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum í meir en 115 ár. Norskur prins, ítalskur marmari, belgískar franskar. Reykjavík chips. American Bar kynnir Jack Friday. American Bar. Staðurinn þinn. Some fishy shit is happening on our beach, and my balls say we need to go over there and check it out. Dwayne Johnson góðsögnin. It's a bad idea, Mitch. We're lifeguards. Zac Efron nýliði. Watch. You turn the canals into the next game. Yeah, that's because we were in lifeguard pursuit. Police do pursuits. When you do it, it's just some guys chasing some other guys. Baywatch. Sumarsmellurinn í ár. Frumsýnd 1. júní. 5 í fötu. Það ekkert. Við erum með 6. Það Keiluhöllin Egilshöll sem færir þér FM 95 blöð. Já, þau eru að hlusta á FM 957 og það föstudagur og menn eru léttir. Þú ert langlélegast að opna. Akkur? Ég veist bara, þetta svo akkur breytur sjálfur þegar þú ert að opna. Ég held að ég ætla að leika sér bara varna á. Erum við í loftinu? Við erum bara í beinni hérna. Þetta var bara hæðilegt. Ég er búinn að hlusta á FM núna í ykkur 20 ár. Talar enginn svona. Og flest allir opna svona, sko. Nei, veistu hvað við Steindi sáum í vikunni? Ég veit ekki hvort við megum segja þetta, ég veit ekkert hvað að gerast þarna. Við sáum Rikka G taka hádegismat með Brian Ecclepen. Ætla hans að koma aftur á stöðuna? Brynja Már. Já, mér síndist að vera að koma með frunsu. Voru þeir tveir? Kannski bara gamli vinir að fá sér hádegismat. Þetta var ekkert lindó, þeir voru bara upp í mötunetti. Ég menn, ef að Rikki er sniður, þá fær hann auðvitað Brian Ecclepen aftur á stöðuna, sko. En ertu ekki alltaf að segja Rikki sem allt niður sem dagskrárstjóri? Já, alltaf hrinja hérna í stúdíónu. Það myndi gera það sér vel hann. Þegar Brian Ecclepen er kongurinn. Já, við erum í Team Brian hérna, FM 95 blöð, menn við stiðum hann. Og hann komin heim, þannig að leikur það ekki bara beinast við. Jó, það bara mig. En það eins og komin tími á dagskrárlið sem heitir Sturlu staðarind eða Hrossaskítur. Aha. Og, já, það var, Egill, þú vannst síðast ekki. Ég bara vera jafnt hjá okkur. Jú, Egill var búið að vera nokkuð jafnt. Egill tók síðustu keppni, ég gef honum það. En mér finnst eins og ég taki þessa. Ég í einhvers konar svona, ég er búin að vera mikið á netinu, lesa Wikipedia, ég klár í þetta. Nú ert búin að vera að læra. Já, ég er búin að gera heimavinna. Svo hér, strax eftir Sturla staðarind eða Hrossaskítur föstudagsleið með Svessa, þannig að ekki voru ykkur að missa því. Eru allir ready? Já, við erum klárir. Ok, vonandi fólk sem að hlusta líka tilbúið og giskar. Fyrsta spurning, þú getur mist bílprófið í Aþenu ef þú ert óbaðaður eða illa til hafður undir stýri. Sturlu staðarind eða Hrossaskítur. Þú ert bara eins og niðursetningur að keyra. Það er löggan að stoppa þig. Þá getur þú mist prófið. Þetta er bara ekki Reiklandi. Já. Býtu, ef þú ert ekki bara 1-2 púntar, bara mist, þú ert bara sviftur. Þú ert ekki svift? Það er harsh. Það grínast ekki, það er ekki að svifta mann fyrir að hætta að sjá Mér er alltaf að sekta mann sem eru svo niðursetningur að keyra. Já, algjörlega, það er eitthvað skítafílaður þú ert í umferðinni En býtu, okkur má ekki vera skítafílaður í umferðinni og einn í bílniðin. En að klippa bara kortið fyrir að þú sett, bara í chillgalanum eitthvað, úði hár og... Ég held að segja, kannski er ekkert verið að tala um chillgalan úði hár, þú voru kannski ekki verið í jakkafötum með bindi eða bara í pilsi eða kjól. Þú veist að þetta er, auðvitað þú heyrir bara, við erum ekki að kaupa þetta. Ég byrja á Steindi, hvað segir þú? Já, ég ætla að segja að þetta sé Hrossaskítur. Egill, hvað segir þú? Þú klippir ekki á mannin þótt að líti út eins og kúkur, sko.
Sko málega sko, Grikkin getur verið heldur harður sko og það mikið lagt upp úr að vera sexy sko, mjög mikið. Ég veit vinn sem Grikki og hann mjög myndalegur sko. Þannig að þetta meikar sens. Það tala meika? Já, þetta meikar sens. Mér veist að þetta verður einhverju punktar. 3-4 punktar en að þú sett þetta sé klift auðvitskiptin. Ég verð að setja þess að við köllum nú seint. Þið segir rosaskiptir báðir. Hvað haldið þið, kæra hlustendur? Þetta nokkri punktar eða ekki. Þetta var sturlu staðreynd. Nei, þú getur mist bílprófið í Aþenu eða þú ert óbaðaður eða eitthvað til hafður. Akkur sagði ég það ekki? Það segir sér sjálft. Hæ? Það segir sér sjálft. Já, þetta er sko þú þarft að vera eitthvað meir en óbaðaður. Þú ert að orðið eitthvað rátt. Ég er bara íslenska það sem stendur hérna. Þá er það næsta spurning. Það var maður í Ástralíu sem var gjaldþrota á að kaupa sér háhyrning og reyna að fæða og halda utanum það. Og hvað var hann með það bara? Keypti hann háhyrning og hvað var hann bara að kaupa handunum svona mikið af mönsi og sundlaug og fleira? Já, þú kaupir ekkert eitthvað plasssundlaug og blæst hann upp og þú fáður háhyrning sko. Þú ert vantilega að hendi í ker og eitthvað djöfulinn. Er þetta stjórnlega staðrind eða er þetta hrossaskítur? Ég byrja á þér, Egill. Ég meina þetta þetta er hvalur sko. Þetta er ekki bara gullfiskur. Nei, þetta var þann gjaldrótt. Þetta er ekki bara eitthvað ker. Hvað lifir þetta lengi? Naggrís og hamstra sko, háhyrningur er basically að sama og frí villi var hérna ekki. Jó. Ég meina þú ert ekki að kaupa þér sko, hamstur er 30 ára fjár sko, þú ert að taka ábyrðan í 3 ár. Hann lifir í 3 ár. Þetta er ekki stór ákvörðun. Samt hefur þér ekki enn tekist að taka ákvörðun það hvort að fjölskyldunni að fá sér hamstur eða ekki sem að bara lýsi þér svona. En hvalurinn, erum við að tala um að hvalurinn er hann að lifa jafn lengi við? Hvað lifið Keiko var 20-30 ára. Ég getur luglega 100 ára aldrei sko. Þetta er líka fárveiku gæi sko. Hann fór á hausinn. Það var vandalega þegar hann fattaði að þetta er svo stóra sundlu að kaupa. En ég seti sér sturlu staðrind. Hvað segir þú, Steindi? Ég er sammálaði, ég held að þetta sé sturlu staðrind. Þetta var hrossaskítur. Þetta bjóð gamli til. Hvað er þetta reykja þú skrifar? Blöð er að pakka okkur saman. Þeir eru ekki komin með punkt eftir 2 spurningar. Ekki komin á blað. 3. spurning og hún hljómar svona. Algengasti tími sambandslita er 2 vikum fyrir jól samkvæmt rannsóknum. Er þetta sturlu staðrind eða er þetta hrossaskítur? Sko, mér finnst nú eins og ég hafi nú einhvern tímann heyrt þetta áður. Þetta er náttúrulega mega sens, þú ert að spara jólagjöf. Æ, hversu sad ertu, Steindi, þetta mega sens fyrir þig, ertu svona nískur þá? Nei, þetta á nú við. Þú eru að hætta með kæristunni bara til að sleppa okkar vandin í jólagjöf? Þetta er nú sennilega sko verið að tala þegar krakkar eru búin að vera saman í 2-3 mánuði eða eitthvað. Þetta er nú ekki verið að tala langtíma saman. Heldur þessi verið að taka könnun á 7 ára börnum? Nei, það er bara tekið overall og þú veist hvernig þetta er. Kanin er bara að hitta kannski, það hittist bara fólk í nokkra mánuði og búið og ég held að jú, mannfólkið getur verið illt sko, ég ætla að segja þetta sé sturlu staðrind, við kannastu þetta. Egill, hvað segir þú? Þetta er ekkert út að mannfólkið sé eitthvað illt sko. Þetta er bara það sem spilar inn í hann jólinn náttúrulega eru hundleðileg. Nei. Og það sem gerist öll þessi jólalög. Nei, betur þú segja, jólinn var leiðileg? Já, öll þessi jólalög sem fólk þarf að hlusta á í bílunum þegar keirandi, það gerir hægt og bítandi geðveikan. Og séð allt stressi og geðviki sem er að byggjast hann upp, síðan þetta eigða svo miklu pening og algjörgast og fólk er að rífast fjármálinn og gjafir og þetta er 100% rétt. Það er rétt hjá okkur. Það er sturlu staðrind algengasti tími sambandslita er 2 vikum fyrir jól samkvæmt einhverjum rannsóknum. Ég haldi að það var samt rétt fyrir jól. Hver kaupir jólagjafir 2 vikum fyrir jól? Það er svona mest að það eru 2 spurningar eftir, þeir eru báðir með 1 stig. Hér kemur 4. spurning. Flóðhestar prumpa ekki. Sturlu staðrind eða hrossaskítur? Það hafa áður verið svona prumpuspurningar. Það er Egill sem byrjar. Þú átt að byrja að svara af því að ég veit svarið við þessu. Veistu svarið við þessu? Já, ég held að. Hvað er það bara þekkjuru flóðhesti? Nei, sko, ég ætla að byrja að svara þessu. Munið þegar að Jim Carrey fór undir raskatið á nasetninga flóðhest. Hann fór undir raskatið á nasetninga. Þetta ekki að tala um Ace Ventura? Ace Ventura 2, When Nature Calls. Hvað segir þú, Egill, er þetta sturlu staðrind eða er þetta bull? Sko, ég menn hann hægir sér. Okkur ánskotni getur hann ekki reikið við í leiðinni. Ég segi hann reikið við, hann prömpar. Þannig að þú segir þetta sé hrossaskítur. Hann prömpar. Já, hann prömpar, já. Ég, sko, Egill er búin að svara. Ég veit þetta. Hvernig veistu? Flóðhestar prumpa með munninum.
Og þannig að ef það stendur þarna að þeir prumpi ekki, þá það rangt hjá þér. Af því að þeir prumpi í rauninni ekki, þeir prumpa ekki með rassinum. Prumpa með munnin. En þeir prumpa út munnin. Sturlustaðarinn flóðast að prumpa, báðum með stig, það 1-1 í Já, ég var með þetta. Ég punkt líka. Síðasta spurning og ef við svarið eins að þá bara jafntefli. Ok, ég vil taka sénsinn. Það Steindi sem byrja núna. Pöndur ekki með neitt svefstað. Það sofna bara þar sem það eru, hvort það eru standandi eða liggjandi. The Great Panda. Já, ég vissi að þetta kemur allt á pöndunni í dag. Þetta kemur niður á pöndunni. Sko, Sigur þetta. Málega það. Ég sé mörg pönduvídeó. Þær eru eins og einhverjar fyllibittur. Þær eru ráfandi og vita voða lítið og þær titla sig hvað sem og ég ætla að segja þetta sé sturlu staðreynd. Ég ætla að taka sens í dag, þær sofna hvað sem og hvenær sem það bara það sem þær eru. Já, hvað segir þetta? Þetta er sturlu staðreynd. Já, ég sé miljón YouTube-vídeó af okkur pöndum sitjandi út í hotni og eitthvað stað bara leggja þessu. Þannig að þú veist, ég get ekki sensinu mútið í Steinþóri því að tapa tek hana punkt fyrir. Alltaf að eima á jafntefli. Hvað að gera? Leika bara að tapa. Það var jafntefli í dag. Þetta var kæru hlustendur þeirra að hlusta á FM 95 Blö á FM 957 og það að sjálfsögðu Keiluhöllin sem færir ykkur FM 95 Blö. Það happy hour þar í kvöld og hvað betra en helgina heldur að skella sér í Keilu og fá frítt far niður í bæ. Ekki gleyma því að Kingsi með vil keirir fólk persónulega niður í bæ. Nei, Já, það skemmtilega við þetta. Þetta veistlega eins og þið heyrið, kæru hlustin, þá komin góðu gestur hingað í stúdíu. Hann heitir Sverrir Bergmann og sem þýðir það stutt í föstudagslægið. Kæru hlustendur, það komið að því. Hvernig hefur það þennan föstudaginn? Ég bara góður eins og flest aðra föstudaga. Þetta príðis góðu föstudagur, stefnir í góða helgi. Nú, hvernig helginu er? Það bara smá, það mikið af svona stóramælum. Já. Og ertu að fara að spila í einu slíku? Já, ég er 2. Nú. Ef ekki fleirum, það verður bara komið ljós. Allar að vöku eða eitthvað? Það geta alveg fyrir Ertu típan þegar þú ert að gigga, eins og kallast vist í bransanum? Ertu fullur að syngja? Þetta er alveg inn. Ekki fullur. Nei. Ég myndi ekki segja fullur. Það svona mikið aðeins fyrir. Já, og gott að fá sér smá svona 1-2 fyrir. Já, vissulega. Ég mun betur eftir 2 heldur en eftir engan. Já, og líka meiri líkur og dansir og svona. Já, það fer nú allt eftir grúfunu bara. Það fer eftir grúfunu, en Steindi hann hoppaði fram og ætla hann sé ekki út að reykja. Hann 100%. Ég held að sé að opna eitthvað nýjan stokk, ef það ekki er rétt. Já, býtu hvað, í galdravinnum? Já. Hvað að frétta galdravinnum? Það engin maður, sko, ef það haldið Steindi sér grimmur í að opna sér sígarettupakka og kaupa sér þannig pakka. Hvað kostar pakki af Magic spilum í Nexus? 500 kall og Steindi fer ekki niður í Nexus nefn að kaupa sér allan að 6. Hann var í Nexus áðan, sko. Getur maður bara keypt svona galdravinna pakka í Nexus? Getur ekki keypt það? Nei, mér skilst reyndar þetta fáist, sko, það er náttúrulega 2 Nexus búið, svo fæst þetta í Elko eitthvað. En býtu, þetta þannig að við byrjum alltaf að tala um þetta? Þú ert að fara að koma í þetta, bara. Er þetta að safna körfuboltamyndum? Gamall ADHD-spilari. Ég dyrka ADHD. Þú er góður hana. Ég átti rosalega karakter sem heit Vincent Vega, áður en Árni Þóroddur drap hann. Hvernig þegar þú kaupir svona pakka, ertu misheppinu með pakka? Já, ok, þetta er bara eins og þú varst að safna körfuboltamyndum og svona og getur fengið sjálfgjaf spil og svona. Já, mythic spil. Og glansmyndir og hvað? Og glans, já, þetta er bara basically alveg sama koncept. Og hvað eru mörg spil í pakka? 15 eitthvað, 10-15. Er ekki alveg viss. Og hvað áttu orðið, setur þetta í möppu eða? Menn eru harðir og setja þetta í möppur og við erum ekki konið svo langt að þú. Við erum bara nýbyrjar. Mér þætti þetta alveg ofurpóðslega eðlilegt og þú væri 15 ára, sko. Af hverju? Þið eru 37 ára og þú ert að safna einhverju myndum í möppu. Þú ert að horfa okkur að kalla í fótbolta. Þú ert að líka því saman og horfa fótbolta. Þetta er bara hobby. Ég er ekki að safna myndum að þeim. Þú ert að spila spil. Þú mátt alveg horfa á galdramyndir, Sverrir. Þú mátt alveg horfa á Lord of the Rings og hann gaman að þið. Og hvað er þessu? En að safna myndum, það er eins og ég var að safna Rooney myndum núna og er að bytta við Egil til að reyna að fá kannski Cristiano Ronaldo í glansmynd. Finnst þér ekkert að því eða? Við erum ekki í því. Hann er bara gamer. Er hann bara gamer? Finnst þér þetta ekkert skrítið? Jó, ég skil samt gaming lifestyle. Já, ég meina, mér finnst mjög gaman í ADHD, ég skil það, en þannig er að safna myndum. Til dæmis í House of Cards, þú ert aðdóðandi þáttar. Manstu hvað Kevin Spacey gerur oft þegar slökk á hausnum? Já, fyrir hann bara í, það er ekki það að fara í PlayStation.
eða Xbox. Þetta bara mjög svipað. Þú ert, ok, hvernig getur orðað? Ég skil það. Þú ert, sko... En að hittast heima hjá einhverjum úlingi í heimahús og mammans bara fram í eldhúsi og meina þið eru inn að spila ferðið með krökkunum. Ég bara get ekki sagt það er engin í því. Það er engin í því. Þið voruð í því daginn, Steindi sagði mér. Nei, já, Steindi lígur. Þið voru bara konið í eitthvað heimahús. Já, hjá einhverjum úling. Nei, hjá einhverjum úling og fullorðinn maður, kona Já, bara mamma og pappin í eldhúsi. Nei, hvað er þið? Þið eru lútur raskat það. Þetta er rosalega skil. Þetta fullorðinn maður, kona svo í Amsterdam og einn heim með börn og böðum einhverjum vinum heim. Spila kvöld, tónveit, það er bara svo að spila póker. Ég set ekki út á þetta með Sves. Ég er á brjálæri. Ég skil það gaming. Ég er ekki að setja út á þetta, ég bara segir mér finnst þetta skrítið. Herðu, þið gáfu út spil fyrir jólin. Þú elskar að fara og spila með fjölskylduðinni. Það er borðspil. Það sem þú ert að standa upp og leika eitthvað fíbl. Elska það. Þetta er alveg. Nei, þetta er nefnilega ekki alveg. Þetta er keppni. Þeir eru að fara inn í Nexus 3 stöður í viku og kaupa ykkur pakka myndum eins og þarf að safna körfuboltamyndum. Það er ekki að sama og setjast með fjölskyldunum sinni og spila spil og fá sér bjór. Og svo spilum. Það er ekki eins og ég farið núna bara niður í Elgórin að kaupa mér einhver ný spjöld í skell. Þannig að ég verði betri en þú. Þetta er ekki að sama, Sverrir. Ef þú getur fengið góð spil í skell. Nei, það er svo spil. Og safna þessi möppu. Því líka bullið maður, herru, vá. Það síður á mér. Þetta er hitamál. Hvað síður á þér? Af því að þú ert að líka þessu saman eins og skrýtna hluti. Hvað, spila saman versus að spila saman? Að safna sjálfgefu myndum og kaupa sér pakka. Það var einhvers ok, ég safnaði Garbage Pile Kids nema ég á 13 ára. Þú ert ekki að spila með. En þú veist að nerds standa saman. Þú getur núna að fá alla nerds á Íslanda mótur. Nerds get ekki verið á mótur með því að 3 bestu vinir mínir eru nerds. Það er Steindi, Sverrir og Árni Ragnar. Það eru bestu vinir mínir bara í lífinu. Mér finnst bara skrítið, ég er ekkert að dæma á þeir eru minni vinir mínir. Ég myndi ekkert vera að labba fram á Nexus eitthvað. Ertu hræddur um að missa okkur? Þú mátt koma, komdu blöð, komdu. Já, en ég sko, ég er alveg það mikið nördi mér, ég elska ADHD sko. Mér langar að fara að spila það aftur mér. Já. En, og ég safnaði teiningum. Ég ætti fylgt á góðum teiningum, en það er komið að föstudagsglæðinu. Men Sves, hvað þetta að bjóða þig på í dag? Í dag er það, já, herra Friðrik Dór sem ætlar að koma með okkur. King Frikki maður. Og hann talar þetta sem laga æsku sinnar. Ok, og hvað er lagi? Þetta heitir Kvöldin í bænum. Kvöldin í bænum, skulum fá föstudagslagið þennan föstudag. Albatross í Hlégarði. Túborg léttöl kynnir. Albatross í Hlégarði. Öddi, Steindi og Gils. Alla föstudaga, 4-6 í FM 95 Blöð. Hlusta hér á FM 95 Blöð á FM 957 við þökkum Svessa kellaða fyrir og sjálfsög er ég er búinn að róa mig, hann þurfti að rjúka hans verri, hann að fara að gigga. Herru, ég skrapp frá í 2 mínútur og þú lest hann heyra, hann fór hérna næstu grátand út. Nei, Sverrir, hann myndi aldrei fara að gráta eftir rifrilduð mig. Hann getur alveg svarað fyrir sig. Búinn að rífast í 30 ár, en það er sko, eina sem er svo skrítið það er að hann var að líka því saman að safna myndum og horfa á fótbolta. Já, það er nú skemmtilega að safna myndum. Skulum ekki fara út í þetta. Venn eru með mismunandi áhugamál og við virðum það í FM 95 Blöð. Absolutt. En það er hins vegar komið að spurningakeppni Gilsarans. Við fáum kannski loksins að vita núna, já, þemaðið. Ég ætlaði nú að skúpa því, þú veist. Já, en gerðu það ekki. Ok, þú varst búinn að gefa, þú gafst það í skina á hann. Þetta er keppni sem þú vilt ekki vinna. Já, við sáum það bara á þér, maður vill ekki vinna. Nei, sko, ég held að flesti myndur samla því að það er great honor að vinna þessi keppni, sko. Það er great honor. Þú veist, gætu, annarkor ykkur gæti haft eitthvað út á þetta að setja. Hvað er, King of hvað er í dag? King of Biffin. King of Biffin? Biffin. Þú veist það. Þetta er, þeir hélt ekki þessi keppni. Maður má ekki vinna þetta. Þeir hélt þessi keppni gæti ekki farið neðar. En byrju, hvernig ætlar þá kemur það með King of Biffin. En hvernig ætlar að nóða í 10 spurningar það? Það var ekkert þessin. Ég er reyndar, ég get eiginlega bara að lofa þér því og öllum hlustundur sem hlusta að auðvitað að fara að vinna þessa keppni. Nei. Akkur heldur það? Af því að hann hefur farið kannski svona 300.000 sinnum oftar þangað. Ég hef aldrei farað nema þú sett með. Síðast ég fór að reyna það varst þú þar. Og ég hef ekkert, ég taka það líka fram, ég hef ekkert á móti B5. Það er bara skemmtistæður eins og allir er skemmtistæður. Síðast ég fór að reyna, varst þú ekki með? Ég er yfirleitt svona. Varst ekki oftast með mér á jamminu? Ég kýs að fara yfirleitt á aðeins svona kannski rólegri. Já, fer ég þá bara einn yfir. Þá meina þú fer eitthvað annað. Þú endar oft eitt af það. Í 95% tilfella þegar ég jamma á Íslandi ert þú með. Já, þetta kemur í ljós. Slætaði pennanum minn yfir. Hann er komin hérna. Sko, þetta er, menn þurfum bara að svara, þetta er bara spurningakeppni og þú bara svara já eða nei. Það er fárlega einfalt. Þá kemur þetta bara í ljós, hver er King of Biffin?
Þetta er ekkert við sem Þetta er bara svo hallarslegt að kalla þetta biffan. Já, ég veit það. Það var í lagi, við værum hérna 3 í einhverju vesla útvarpi eða eitthvað. Ég býð bara eftir spurningunni. Ég veit hvernig hún kemur. Það eru flaskað upp með geggjum. Já, hún kemur. Hún er alveg bótt. Það var að spurning hvort það verið fyrsta spurningin eða hvort það verið þetta í miðinni. Nú er spurning 1. Hefur þú skellt þér á biffan? Já. Það er rétt. Segir þetta svo brosandi. Hallaðir í sætinu. Það er 1-1, þetta var fyrsta spurningin. Hefur farið á B5? Hafið þið skellt ykkur á biffan? Þetta er mjög spennandi. Hefur þú farið á biffan og fengið þér ópalskot? Já. Ópalskot? Ég er nú ekki... Ég meina staup alltaf, jú. Ég hef fengið mér staup. Ég er svolítið, ég fæ mér yfirleitt staup sem heitir hérna... Er það ekki oftast ópal eða tópas eða hvað eru við? Býtu hvað? Jú, ég fengi með stöpar. Jagerstöpið? Já, sko, málið það. Ég er nefnilega smá jagamæður. Ég veit ekki það. En ég veit... Það er gamli skólinn. Þetta er bara, þetta er alltaf... Það er að fara að flækja þetta á staupinu hérna. Fyrir mér er þetta same but different, þannig séð ég... Þetta er 2-2, það er bara hannig. Þetta er alltaf yfirleitt einhver svartu vöggu í stöpklessi. Hefur þú farið fram fyrir röð og biffanum? Já. Úi, Ætli hafi ekki þá... Hafi ekki, nei, einmitt stendi. Við löpum inn og þú beðst bara. En ég held að það hafi verið auðvitað sér leittið það, sko. Nei. Ég leitti það ekki, held ég. Þú var lappað fram hjá röðinni, þessum almenningunni. Og stendi, svo má líka taka það fram og þú er oft verið, þó ég sé ekki hann, þannig að það er eitthvað sem ég sé alltaf leiða hann inn. Hann tala svolítið hann eða, bara, þú sér að draga hann inn eitthvað. Nei, ég er nefnilega, sko, ef ég er með þér þá enda ég... Staðurinn er búin að vera hann í 10 ár, stendi. Ég enda yfirleitt á biffanum með þér. Ekki öll síðustu 10 árin, sko. En svona, ef ég er með einhverjum öðrum, þá er yfirleitt farið á einhverja svona furðulegri staði og kannski svona rólegri staði, eins og, ég veit ekki, einhverja svona sem maður getur sest niður og... En það að þú er samt hérna, þú farið fram fyrir röð og... Já, ég hef gert það saman. Ekki beðið með almenning og farið bara beint inn. Já, þá þarf það ekki að vera að nutta þessu svona, ég bara, þetta hefur gæst einhvern tíma... Nei, bara 3-3, það er bara mjög spennandi. Hvað fann það punkt bara fyrir hvert? Hefur biffaðið upp í VIP-herbygginu neðri? Já, ég hef setið þar, já. Ég hef einhvern Punktur að blöð? Já, steindi líka, hann er setið vel hérna. Þú setið VIP-herbygginu líka? Ég hef einhvern tíman einu sinni tvisa kannski sest að það niður. En mér finnst leiðilegt í einhverjum sessjón svona þegar mér finnst bara... Miklu skemmtilega fyrir uppi, sem að það er dansskólu og svona. En það er farið VIP-herbygginu niðri, sem er VIP. Þú veist að þú setið hann með okkur vitlis. Þetta er rosalega, þetta er viðbjóður, þessi kekk. Maður er að koma svo illa út úr þessu ruglinu. Jæja, höldum við það, klárum þetta. Ég veist að ég hef aldrei... Það er að hlusta þér haldið, maður sé skokkandi fram fyrir röð og biffar hann alltaf helgar hérna, hoppi bara niður hérna og bandi rándir af flösku, kannski líka. Klárum þetta. En Pítur, við erum búin að fá stig í hverju spurningu, það er að segja hræðir. Þetta er líka allt eitthvað svo eðlilegt. Þetta er ekki droslega eðlilegt fyrir alla, sko. Ég meina, hvað kostu að fara inn á B5 og fengið staup og eitthvað? Þetta er samt mjög spennandi, þetta er 4-4. Þegar þú hefur verið í VIP-herbygginu niður á B5-num, hafa stundu verið gellur þar? Hafa verið, þetta er... Ég hugsa ekki hjá mér. Ég hugsa bara ekki. Ég hef setið þar með þér og kærastunni, hvað, finnst þér hún ekki gella eða? Ég er ekkert... Finnst þér kærastunni ekki gella? Voru við setjandi þar tvö? Ég varst um það. Ég get svarað bara allt sem já og ég hef setið það niður með þér og konunni. Ég held ég hafi aldrei setið það bara eitthvað lengur en í kannski svona 10-20 sekundur. Þetta er rosalega feimnið þér hérna stefni. Ekki ljúa hlustu. Ef ég var einhvern tíman að það neri með konunni minni eins og auðviti við sverja fyrir þá hef ég setið þetta með geggjari gælu. Ákveð þetta fyrir svona mikla vörð. Þú hefur setið þetta niður með konunni. Þú veist það sjálfur. Nei, ég held að á 10 árum. Ég held að við höfum aldrei sest þetta niður saman bara jæja, nú sittum við hér. Ég veit. Hvað vorum við að gera það? Pétur og Sigrún voru þarna og eitthvað fleiri. Við höfum alveg setið þetta niður. Ég veist ekki að það er vitlis. Þetta er free comedy. Það er 5-5. Auðvitað segir það. Já, það er 3 spurningur eftir, þetta er mjög spennandi. Hefur þið farið á bak en á salerni á Bifan? Nei, hættu þessu kjaftaði maður. Næsta spurning. Hvernig er þetta bara? Það sé bara eitthvað rugglaður. Það er bara engin... Það frekar steindin ég. Akkur ég? Eitthvað með konin eitthvað. Ég og kona mín erum með að fara neyra á Biffan og þau erum að niður í eitthvað svona VIP-herbyggja og svo hendur okkur frá klósetta á bak. Því líka steipan maður.
þetta ekki bara búið? Er þetta ekki síðast spurning? Það er bara 2 eftir og það er 5-5, þetta er mjög spennandi. Hefurðu sérstætt, sko, þetta er löng spurning. Hefurðu flaskað upp á biffanum og fengið flöskuna með stjörnuljósinu og allir geðvikinni, þannig að allur staðurinn sér að þú ert að flaska þetta vel upp? Það er ekki einhver svona viltur og göppi flöskuna, en ég veit... Það lappar gæinn gegnum allt dansskólið með stjörnuljósið og... En eitt skipti veit ég að þetta gildur okkur báða, því að þegar FM 95 blöð átti ammali og eins árs ammali, þá kom svona... Stjörnuljósi? Ég hef aldrei pantað með flösku með stjörnuljósi. Aldrei á æfinni. Nei, ég hef ekki pantað heldur. Ég hef aldrei pantað? Nei, ekki heldur. Hver pantaði þessa stjörnuljósa flösku á? En ég sagði aldrei. Það var bara sett í. Þú flaskaðu upp á stjörnuljósið dattinn. Já. Það er punktur á báða. Þetta er mest spennandi keppni sem ég verið með. Það sem er mest creepy við þessa keppni er það. Aukt er að svara fyrir mig. Ég man ekki eftir stjörnuljós. Af því að þú lígur að hlustundu þegar að henda þér og svo reyna að hljúa bara þegar að henda þér ekki. Ég hef aldrei logið að hlustum. Ég sverða upp til Guðs, ég man ekki. Þú veitir ekki að 10 árum og að setja. Ég veist ekki hvað að tala annars stjörnuljósið og allt. Ég veit alveg hvort að tala en ég bara man ekki að þetta að fengi stjörnuljós á okkur flösku í biffanum. Ég bara manna því miður ekki, en ég verði bara að treysta auðvitað sem að segja samt þessu. Hann veit þetta. Hörðu, shit, þetta er síðast spurningin. Hefur þú staðið upp á annarkvort sófa eða borði á biffanum og dansað like a boss? Já. Ok, þetta er punkt. Þetta hafa verið að tryggja sér sigur þarna. Þetta er ljúfastönd konungur biffans. Þú er alveg dansað með sjálfu. Þetta er svo mjóðalega skammast þegar fyrir þetta stendi. Þú lígur bara. Þú hefur dansað sjálfur upp í sólu. Það hefur dansað konungur biffans. Hann veit það sjálfur. Steinþór, ef þú er einhvern veginn staðið upp í sófanum og fengið þér snúning, þá er þetta punktur. Ég bara hef ekki staðið upp í sófanum. Og fengið þér snúning. Ég hef staðið þarna, ég hef dansað þarna. Ég hef gert þetta allt, en ég hef aldrei farið upp á sófan og kallaði við staðin að gert eða dansaði þig. Kallaði við staðin? Það er eitthvað rugg. Ég er ekkert að beða maður garg eitthvað. Þetta þýðir að Ötti er konungur biffans. Þetta er jærsefni, hann sagði nei við öllu og svo var allt kæft að henni. Ég er að segja núna bara satt, ég hef ekki dansað upp á sófa þarna. Ég hef hvergi dansað upp á sófa. Þú hefur staðið í sófanum. Akkur aldrei hefur staðið í sófa þarna? Það hefur alveg verið þannig borðað, við höfum bara allir staðið. Er þetta ekki stórmeistari jafntefli? Stórmeistari jafntefli. Á ég að fara að taka á mig jafntefli? Út af hverju? Ég held það, sveið með þá. Af hverju? Þau eru báðir King of Biffin. Já, það er annar okkar King of Biffin. Við erum að hlusta hér á FM 95 blöð á FM 957 og já, það er komið tími á dagskrálið sem að kallast Starbucks Stoney. Það er komið á honum. Já, og já, það er nú oftast þannig að hvað, Egill ég skólan til. Þetta verður alltaf einhvern veginn óþægilegra og óþægilegra að ringja á þessu kaffihús. Já, af því að þú ert alltaf, það er ekkert mikið nýtt í þessu. Þú vilt alltaf bara að hann fari síði bullandi neyslu og það sé eftir rugli. En okkur er það? Okkur er þannig að vera í neyslu? Nei, hann er ekkert einhver neyslu. Það er bara góðæris. Þetta er bara góðærið. Ég vinn átt með eitthvað svona gæja sem er í vinn í banka og er nógu penningum. Og hvort það ætlaði að ringja íslenskt eða erlend? Sko, ég vil á sérst Stendur, ég má stjórnu svolítið. Ég var til að vera útlendingur. Ástæðan fyrir ég vil þá, því að mér finnst gaman að heyra að tala ensku. Ég hef gaman að treysta hann. Ég væri til núna í Starbucks Stoney og þú ert bara kanni. Já, ég kanni, ég heiti Stoney. Sko, ég ætla að vinna með það. Þú ert kanni á Íslandi. Þú vinnur í Costco, sko. Þannig að þú byrjar að spyrja hérna, þú heyrir alltaf hvað, hún segir eitthvað te og kaffi hérna. Býttu, hann er að ringja á íslenskt? Já. Íslenskt kaffihús. Og hann er kannir sem er að vinna í Costco? Já. Og hérna, þú segir bara, Elísa, þú segir hérna te og kaffi eitthvað, Elísa, og segir, já, Elísa þarna. Já, þetta er hún, bingo. Já, bingo. Akkurat. Segðu það, I had a coffee earlier. Great coffee. Máttu segja great fucking coffee. Það er samt. Það er ég að segja great fucking coffee. Nei, máttu sleppa fuckingana. Ok. Listen up, I work at Costco. Segðu það bara strax. Þá skellur hún ekki á þig. Er það svona rosalega? Já, það er mjög heitt núna, hvað ég hef sagt. We just opened this week, as you probably know. I'm not working at the cash register or in the lager or anything like that. Taktu fram, þá veit hún að þetta ekki er lagergómar, sko. Eða á kassa, sko. Ég mætti alls ekki vinna kassa. Hvað er að því? Segðu I'm a boss. Hamra á því, I'm a boss. I have people working under me. I control shit there. En ég veit ekki með shit samt þetta. Ok, ég ætla bara að segja rétt. Má ég segja rétt? Heldur í alvegni að þetta muni virka? Já, ég myndi að þetta hefur aldrei virkað. Þetta hefur einu sinni virkað. Nonni tattu náði deitinu. Hvað, fegstu bara stefnamótið? Já, Nonni tattu átt að pikka gænu klukkan 4. Í alvegni? Það er bara hlustað líka sem ég sagði. Sko Stendur, ef þú ert bara í textanum. Hvað mennir þetta að segja mér að einhver hafi ringt eftir svona þælu og hann hafi náð deitinu? Ef þú fer bara ekki að bulla eitthvað og hlustar á mig,
Þú verður ekki þessin. Sko, segðu líka bara I'm so happy how Icelanders are loving Costco. Sales have been great this first week. I want to celebrate with you. Síðan kemur inn á just me, you, a key and a Billy boy. Byrjum að þessari þæglega Koma leiklega maður Segðu bara quit your job, take a key, sit on the Billy. Sit on the Billy? Hvað er það að tala Billy boy smá? Og síðan til að loka þessu segðu líka I'll give you a free tour around Costco. Take the key, take a chance. Já, því að það verður einhvern veginn svo lokar þessu. Herru, tilbúin í þetta Ekki fá þetta, já, ringdu bara. Nesborg, góðan dag. Yes, who is this? My name is Daya. I was there earlier today. Can I speak to Daya? Yeah, this is Daya. This is Daya? Yeah. Bingo. I had a coffee there earlier today. Yes. A great fucking coffee. Now listen up. I work at Costco. We just opened this week, as you probably know. Yeah. I'm not working at the cash register or in the lager or anything. I'm a boss. Okay. I have people working under me. Yeah. I control shit there. I'm so happy now how Icelandic people are loving Costco. Have you been to Costco, Daya? No. Sales has been great the first week, and I want to celebrate. Yeah. I want to celebrate with you, just you. Okay. So take a key with me, and I have a Billy boy in my wallet, and quit your job, Daya. No. Take a key and sit on the Billy. No. Daya, take the chance. I'll give you a free tour around Costco. I was there earlier. No, I don't want to. Daya, take the chance. No. Let's have a key, and I will pick you up in a limousine, and I will show you around Costco for free. No. Because I liked you very much, Daya. You don't know me. No, I saw you. You know, I liked you. I liked your hair and smile. So take the chance. A free tour around Costco. Have a key. No. Sit on a no. Billy. I'm wearing nothing at all. Just a Billy. No. Daya, take the chance. I will come pick you up. Halló. Herðu, þetta síðasta skipti sem ég gera þetta aldrei aftur. I've been hearing symphonies. Before all I heard was silence. A rhapsody for you and me. And every melody is timeless. Life was stringing me along. Then you came and you cut me loose. Was solo singing on my own. God's made the Amazons to restore peace to the world. Hennar tími komin. If no one else will defend the world, then I must. Who is this woman? You will soon find out. That's not gonna work. Please put the sword down. It doesn't go with the outfit. Wonder Woman, frumsýnd 1. júní í Sambíónum. Traust ráðgjöf fasteignasala í 32 ár. Við erum félag fasteignasala. Værir ekki til eitthvað virkilega juicy í kvöldmatinn? Einfaldaðu lífið og rendu við í ljúffengan borgara. Grill 66. Við erum á Ólís. Viltu fjölbreytta atvinnumöguleika? Komdu þá í stærðfræði í Háskóla í fremstu röð. Umsóknarfrestur til 5. júní. Velkomin í Háskóla Íslands. Hvað þú til í að borga fyrir bifreiðaskoðun? Kannski ekki meira en þú þarft. Þetta gruna okkur. Tékkland. Ódýrari bifreiðaskoðun. Tékk.
Vodafone og Plus kynna tónleika ársins. Migos í höllinni 16. ágúst. Miðasala hefst 2. júní klukkan 10 á tix.is/Migos. Sena Live. Öll gæludýr hafa sérþarfir. Við hugum að þeim. Royal Canin. Með sjónvarpsáskrift hjá 365 getur þú hort á uppáhald sjónvarpsefni þitt, hvar og hvenær sem Því áskriftin fylgir þér. Skoðaðu möguleikan á 365áskrift.is. Urrandi gott súkkulaði á tilboði í maí. 10-11, fljótlegt og þægilegt. Bátur vikunar á Quiznos smalabiti á aðeins 699 krónur. Quiznos, við erum á Ólís. Háskólinn á Akureyri eini háskólinn á Íslandi sem býður upp á nám í félagsvísindum til BA-prófs. Félagsvísindi við Háskólann á Akureyri. Skemmtilegur félagsskapur, alvöru nám. Háskólinn á Akureyri. Já takk, við þykjum allan textíl. Gluggatjöld, brjóstarhöld og sængurföt. Fatasöfnun Rauðakrossins. Það ekkert að því að lenda í ræsinu hjá okkur. Keiluhöllin Egilshöll færir þér FM 95 blöð. I don't wanna know who's taking you home, I'm loving you so the way I used to love you, no, I don't wanna know who's taking you home, I'm loving you so the way I used to love you, oh, I don't wanna know. Þeir að hlusta á FM 95 blöð og á FM 957. Mér langaði að ræða við ykkur verðandi símtalið náðan, strákar. Þið búin að fara í Costco? Svona, þetta einhvern veginn, þetta spurning sem ég fæ bara á labbi og með þess að mamma spurði mig. Já, þetta er bara eins og... Ertu búin að fara í Costco? Þessi er bara svona... Þetta minnir mér smá eins og bara þegar Tívolíð kom alltaf nefnir á Höfni gamla dag. Ertu búin að henda þér í Tívolíð eða? Ég er ekki orðin meðlimur. Ég eftir að sækja og fá skipti. Ekki það, ég ekkert að dæma fólk sem er farið í Costco er orðin meðlimur. Ég svona bara kemur að því einhvern veginn. Maður alltaf gerist meðlimur. Ég ekki búinn að því. Nei. En sko, þetta ekki bara þannig að ég er forvitin alltaf hvernig þessi búð Mér skaman ofta ráfum í maturverslunum. Ég sá Twitter og eitthvað, fíllan sem kostar 400 skall og eitthvað. Það er alltaf það að fá alltaf. Þú getur keypt Michael Kors töskur og það er allir bakkinn þarna. En þetta að fá Michael Culkin töskur? Michael Culkin? Það sem mér finnst skemmtilegt við konseptið. Ef hann myndi gefa út eitthvað, myndi ég kaupa það. Ég las ykkur grein að þú veist, þetta er ekkert eitthvað vel flokkað. Þetta er bara drastlið er bara eitthvað staðar. Það er ekki eitthvað svona, þetta er ekki hólfa niður. Hérna þetta, þannig að þú getur kannski komið einn daginn og það er eitthvað drastlið og sótir í þessum gangi, það er búið að færa eitthvað allt annan gangi og kemur næst. Okay. Þetta sé svona fjársusleit og þið vilja að setja ráfandi Það er gott konsept. Þú vissum það? Já, ég er að segja það. Mér finnst samt eitt svolítið skrítið í þessu, þegar nú er að koma svona risastór amerísk keðja og hún er að fá svo mikið af fríum auglýsingum. Já, við erum bara auglýsana núna. Við erum auglýsana til dæmis núna og þetta er búið að vera af að beina útsending á Vísið, að fullt af drasla á Vísið, rúfa með þetta, það er allstaðar verið að auglýsta endalaust, en það eru aldrei en önnur íslensk fyrirtæki auglýst. Sko ef það var einhver PR-gæi sem lænaði þessu öllu upp og hann er ástæðið fyrir við erum að tala um núna, þá er hann í engaþóttu með lykil. Það er nefnilega svolítið. Þá er sá gæi að partí að þetta var mjög vel framkvæmt. Getur hann ekki skemmt sér á þess að vera með lykil? Nei, ég segi bara... Ekki veit að gæi sem lænaði þessu, það var alltaf þetta lykil. Já, það er alveg merkilegt að maður sér ekki eitthvað, maður sér engar Costco auglýsingar en það er einhvern veginn allir að tala um þetta. Þetta er bara, þetta er ódýrt og fólk... Þannig enginn okkur búin að kíkja. Ódýrna skít, það er bara hannig. Já, það er bara þannig, segir ég. En þau eru ekki ekkert að kíkja þarna félagarnir? Já, en pæli samt eitthvað allir þrý saman. Á mánudegi klukkan 9 þegar tómt annars samt. En pæli samt eitthvað til störtlað. Við erum ekki að fara allir þrý saman. Sko, núna þegar þetta opnaði á miðvikudaginn síðasta. Þetta opnaði þannig að það var það mikið að liði, mætti að taka eitthvað bensín að fólk var að dæla bensíni bara út um allt, setja vitlaust bensín á bílana sína. Það var stjórnleysi. Það var stjórnleysi alveg eins og þú veist, þetta verði alveg að fara að vera þetta áfram held ég sko. Þetta var ekki einhver einn dagur í klukkutíma. Það dæla bara bensíni út um allt. Já, þetta var bara svo í Súlandi. Fólk var bara dansand að skvetta bensín. Fólk settu orðið minna, það hefur alveg gæst á einu líka, fólk settu dísil á bensínbíl. Já, en fólk fór samt ekki að dansa og sprauta bensín yfir sig. Það var enginn að dansa í slow motion. Nei. Það er lært þetta maður. Herru, hér eftir stöndustund ætlum við að fara í lið sem við mikið farið í lengi og hann heitir Giftast sofa hjá Drepa. Burning touch is something that
keeps on healing, and we can talk about it. Wake me up if I'm dreaming. Are we lost, or is this love that I'm feeling? Það held ég fyrir að hlusta á FM 95 blöð hér á FM 957. Það Steindi, Egill og Öddi ennþá með ykkur. Klukkan fer nú svona, já, að nálgast 6 strákar. Tíminn fljótur að líða. Minnst flott að byrja á það held ég þegar lagið er búið. Það held ég heldur nokkuð sem að þetta sé svona. Þetta svolítið mitt. Góð FM kynning og svona. Það held ég. Ég segi ekki eins og þotni, ég segi held ég. En það held ég, kæru hlustendur. Held ég, kæru hlustendur, bara held ég. Steindi og Róa með ykkur í dag hér. Já, betri nei, heitlega Egill svo lélugur. Finnst þér þetta ágætis FM opnun hjá mér? Já, ég ánægð með þetta. Takk fyrir. Mun betri nei Egill. Ég að spája að leifa agli ekki að opna oftar. Mér finnst Egill að opna þetta mjög vel. Það er alltaf einhelti sko. Það sem þetta er. Nei, þetta er bara sannleikur. Aldrei opna aftur. Það eru sannleikunum stundu sár. Ég láttu mig þekkja það maður. Það er eins og komið að dagskálið sem heitir hann heitir Giftast, sofa eða drepa. Ég er að fara að henda okkur í það. Já, og ég er oftast búin að vera að vinna með svona þema og ég ákvað að henda eitt þema því að ég heyrði í 3 drengjum í dag. Já. Við erum nú svona reynd að forðast að vera með kvenfólk í þessu, að vera að tala hvaða konur þú vilt drepa eða sofa hjá. Eitthvað ógslegt. Ágæðfælt. Þannig við höfum reynd að vera með kallmenn og oftast svona eitthvað sem allir þekkja. Það versta í þessu því að við þekkjum þá yfirleitt sjálfur. Já, og það er þannig í dag. Við þurfum að sko feysa þetta fólk. Ég var í grúppspjalli á Facebook með 3 drengjum sem við ætlum að fara að reyna að hittast og höfum ekki hist lengi og vorum að rifja það upp og þá fattaði að þetta getur nú bara skemmtilegt þema í Giftast, sofa, drepa og þetta eru 3 drengir sem voru með mér í 70 mínútum. Einn heitir Simmi, einn heitir Jói og einn heitir Sveppi. Wow, byrju King Simmi vil. Já, King Simmi vil. Jói. Ekki King Jói. Hvernig kallaði Jói? En er það King Sveppi eða? Þú lítur að kalla prinsinn eða eitthvað? Prins Jói og hvað, trúðurinn Sveppi eða? Shit, þetta er rosalega keppni maður. Já, þið þurfa að giftast einum. Kongur, prins og herrfíbl. Ég gæti ekki drepið neitt af þeim, það er bara þannig. En er ég búin að dekka þá aðeins lengur í því? Þarft að senda einhvern í sveit, sko, þannig er leikurinn. Já, ekki langar okkur að drepa. Þetta er langar að drepa einhvern af þeim eða? Þetta eru búin að vera vinir minnir í 16 ár. Toppmenn. Þetta eru miklu toppmenn, maður er nú bara að þekkja helviti lengi sjálfur. Ég er kvíðinn fyrir þessu, ég veit ekkert hvernig ég á að ræða þessu. Sko ég veist alltaf að sé strax, ég get bara strax klárað eitt þarna. Hvað getur þú klárað? Hver er mig giftist? Hver er það? King Simma vil. Hvað, fjárhagslegt öryggi? Hann á Keiluhöll. Þú sækir í Jói líka. Já, Jói er samt aðalagi í hamburgerfabrikunum og svona. Hann er minna í Keiluhöllinni. King Simma vil meira verið í því, sko. Hallar og Sveppa þarna í fjárhag. Jói og King Simma vil eiga líka luxussvítur. A luxury suite sem Jói er enda meira með en King Simma vil, sko. Er þess að ekki báður í öllu? Þú veist, eins og King Simma vil er eitthvað í luxussvítunum og Jói er eitthvað í Keiluhöllinni. Við getum orðað þannig að þeir eigindur allt saman, þannig að þú fær jafn mikið fjárhagslegt öryggi hjá þeim. King Simma vil er bara svona viltari entrepreneur en Jói, hann fer í meira og þú veist, ég elska svona metnaðarfulla entrepreneurs og King Simma vil, sko. Og hvað, þannig að þú ætlar að gifta Simma? Ég elda í fjárhagslega öryggi, sko. Reyndar er Jói drölla penningu líka, sko. En King Simma með hár. En byrju hérna. Með hár. Já, auðvitað. Þá giftist honum frekar en Jóa. Já, við verðum samt að vera alveg hreinskilið með að hárið hlýtur nú að gefa honum eitthvað stig, sko. En er þetta ekki líka bara, ekki það, ég er ekkert að draga úr því og vilja gifta Simma, en þú vilt giftast honum út af fjárhagslu öryggi, myndur frekar vilja giftast ríkri konu heldur konu sem er gaman að vakna við hliðina og bara vera með og vera í kringum? Sko, ég var sá rannsókn. Hugsaðu bara pening. Hlustaðu þess, ég var alveg svo góð rannsókn. Svaraðu spurningunni. Ég er að svara henni. Fyrir nokkur dögum kom út rannsókn, ekki bara einhver trúður sem vinnur einhver blaðagrein sem ákvað að hendi þessu upp. Veistu hvað er nummer 2 sem fólk velur þegar vilja sér maka? Leitar að það. Fjárhagslegt öryggi. Veistu hvað nummer 1? Ástríkur persónuleiki, ok? Aha. Nummer 2 er fjárhagslegt öryggi. Ég meina, ertu ekki að þjálfa alla daga? Það er ekki bara ég sem finnst þetta mikilvægt, sko. En ertu ekki að þér nákvæmst pening sjálfur og ert bara með fjárhagslegt öryggi sjálfur? Veistu hvað er þægilegt og gera koma mánaðamót í svona shit. Hvað er mikið reikning má koma núna sem við vil? Erum við í vesinni? Nei, við erum í engu vesinni. Hvað er maður ekki reikningarna heimabákunum ógæti núna? Býta þess? Engin. Ok, þú ætlar að giftast Simma, hverjum ætlar þú að giftast þannig stendi? Býtu, hann ætlar, já, ætlum við bara að henda þessu svona? King Simma vil á pizzustað og hamburgerastað. Já, ég ætla þá, víst að hann er búin að velja Simma og ætlar að giftast honum, þá myndi ég glaður velja Jóa. Ég myndi giftast Jóa. Það er enginn að giftast Sveppa? Nei, ég er að fá rosalegt fjárhagslegt öryggi hjá Jóa. Ég er að fá, sko,
Ég að fá mann þarna sem svona, já, hann heldur svona bak við tjöldin. Vel valið það að segja. Það ágætt að hann sé ekki að, hann ekki flassi. Hann reyndar, það vantar á hann hár. Það skellur. Mjög fyndið að af þessum 3 myndi ég giftast Sveppa. Já, betur en síðan hvað, þú veist að reikningar komin að lúna hver mánuðamátt, sko? Já, við hlæjum að því. Já, þá til þeir hent út. Þú hlærði ekki þá, sko. Býtu hvað, getur þú ekki bara unnið við reikningunum sjálfur? Já, ég bara segja það, það er þægilt þetta öður. Nei, veistu hvað, ég að hugsa að breyta. Hvað það að gera? Ég ætla að gifta Sveppa. Já, hvað, elda mig? Nei, ég ætla ekki að elda þig. Ég fór bara alltaf inn að hugsa þetta. Já, bara fatta það, já. Það fattaði alltaf inn. Auðvitað myndi ég gifta Sveppa. Við værum að, sko... Engi fríir hambúrgar, enga fríir pizzur. Nei, það væri... Þú hlýtur ekki að borga í keilu og fengi hambúrgar. Við getum álað þannig. Það er sama vesen á okkur félónum. Við getum duttast fínt saman, sko. Þið endið saman bara, þið 2 saman giftir, þetta endið á hlemmi. Endur bara dælun eða? Já, það er bara hlemmi. Herru, þá er það hverjum ætlaði að sofa hjá? Það er sant, sko. Ætlaði að sofa í Jóa eða ætlaði að sofa hjá Sveppa? Sko, Steindi, byrjað þú hana. Þetta er rosa. Ætlaði að sofa hjá Simma eða Sveppa? Nei, ég ætla að gifta Sveppa. Já, ætlaði að sofa hjá Simma eða Jóa, segi? Já, þú meina það. Sko, Simmi, hann er svo stór og mikill, maður. Ég veit ekki, mér finnst þess að ég væri að fara svo alveg hrikalega hratt í gamla skólan ef ég myndi vilja sofa í honum. En ég get ekki að drepa hann heldur. Þetta er versta keppni sem þú farið með okkur í. Ég get ekki sent einhvern veginn í sveitana. Sveppi er svona mjúkur og fluffy. Það er gott að slæmt að kemur að kynlífi. Já, bara frábært. Nei, veistu, þetta er alveg, þetta er hrikalega. Og hann er flippað líka en að Sveppi. Þú fær ykkur hlutverkarleik með honum, það er ekkert vissin. Þannig að þú ætlar að sofa að Svepp og drepa Jóa? Nei, samt Jói getur ekki mér luxusvítuna sína. Óþægilegt að hugsa þetta. Hann á luxusvítur, hann leigir út luxusvítur. Já, ok, þannig að er það fyrsta sem kemur í hugana þegar þú ætlar að fara stund að kynlíf, ekki með hverjum heldur hvar þú ætlar að gera það. Ofbáðslega ertu vitlaus. Ömurlegt að vera með að view yfir allt Reykjavík. Herðu, ég ætla að gifta Simma. Gifta Simma? Ég ætla að sofa hjá Jóa. Breytur þið? Jói er fíngerður maður. Hann er fínn, hann er svona... Hann er Þú hættu við að gifta Sveppa, það er að gifta Simma, sofa Jóa og drepa Sveppa. Já, ég ætla að gera það. Hann er kvenlegastur af þeim. Ég hugsa að ég þurfi þetta fjárhagslega öryggi. Það hlemmur eitthvað að stríða það? Já, mér fannst eitthvað að vera að stríða mér að við erum að fara enda saman og ég veit líka að þetta myndi eskilitast hratt. Við myndum setja tíkall í trúðan okkur öðrum ykkur meginn og það er vesen á mér og Sveppa. Við myndum örgulega skilja, ef ég orðaði þannig. Við myndum skilja. Þannig að ég ætla bara að klára þetta þannig. Ég ætla að giftast Simma, svo hjá Jóa og dreipa Sveppa og þetta er hrikalegt. Sveppi er eitt skemmtilegt maður sem ég þekki en því miður er ég að senda honum til sveit núna. Þið drepi báðir Svepp? Hann er svo skemmtilegur á það, sko. Sveppi er út að hlusta, ég myndi giftast þér, ég myndi drepa hérna 2. Færðu það ekki í taugarnar á þér þegar fólk segir þér hvað þú átt að gera? Ég er hér til að segja þér hvað þú getur gert. Þetta er þitt líf, ekki satt? Af hverju að eldast og hugsa tilbaka alla hlutina sem þú hefði geta gert? Svo mikið að sjá, að finna. Frestaðu gæfunar og fáðu þér ískalt Coca-Cola. Við festum, liðkum fyrir, róum okkur og komumst að kjarnanum. Húrt, hluti af stóri heild. Ég tek alltaf eftir vel bónuðum bílum. Þess er pottþétt bónaður með Sonax. Sonax bílabón. Opið allan sólarhringinn í Skeifunni, Garðabæ, Eiðistorgi og Spönginni. Hagkaup. Vodafone og Plus kynna tónleika ársins. Migos í höllinni 16. ágúst. Fallega legglífar, góð skór, útherri Ármúla. Hey, hittumst á netinu. Adidas.is. Gæludýr.is. Ef gæludýrið þitt mætti ráða. Gæludýr.is, Korputorgi og Smáratorgi. Þú byrjar á pallinum og girðingunni með okkur. Bíkó, gerum þetta saman. FM 95 Blö og Keiluhöllin Egilshöll. Þar sem drykkjufélagarnir eiga við keilu vandamál að stríða.